Bræður og systur, Guð blessi ykkur öll. Við erum mjög ánægð, við erum mjög hamingjusöm og við erum mjög þakklátt við Guð. Með okkur í dag er okkar móðir og dyr sé Guði. Og hamingjan sem við finnum fyrir er stórkostleg. Guð er að uppfylla við okkur loforð í dag, dyr sé Guði og hversu ánægjulegt velkomin öll. Við erum mjög ánægð að hafa ykkur öll hér og þetta kom okkur að óvænt, okkur öllum mjög fallegt og mér langar að skilja ykkur eftir í hendur bróðursins Carlos Alberto Vaina. Guð blessi ykkur öll. Og dyr sé Guði, hversu ánægjulegt að sjá ykkur öll. Guð blessi ykkur. Við elskum ykkur. Og hverjir gefa Guði dyrðina? Hverjir elska Guði? Hverjir eru ánægð á þessum degi? Dyr sé Guði, með fá ykkur sæti. Við erum einnig með bræðrunir okkar sem koma frá Hollandi. Þið með rétt upp hönd, þið bræðurnir með rétt upp hönd, þið getur líka staðið upp svo að systir Marlísa geti séð ykkur öll og bræðurnir frá Hollandi líka. Við skulum gefa bræðurnir okkar gott klapp. Guð blessi ykkur öll. Við finnum fyrir miklum kærleika og við elskum ykkur. Og það er líka fólk sem kemur hérna frá Indlandi, þannig að þið megi standa upp og sýna okkur. Guð blessi ykkur og við skulum gefa systrinn gott klapp. Það eru líka bræður frá Súrínam. Systrinn hér er frá Súrínam. Skulum gefa henni gott klapp. Og bræðurnir frá Curaçao, ef það er einhver því með standa upp. Það eru nokkrir hérna frá Curaçao. Og þið getið gefið mér kannski skrifa niður nöfnin á kirkjuna sem eru hér á Hollandi. Hvar eru bræðurnir frá Rotterdam? Bræðurnir frá Rotterdam. Frá La Haya. Þeir sem kom frá Amsterdam. Eindhoven. Termensen. Og þau sem koma frá öðrum löndum með líka standa upp til þess að klappa fyrir ykkur. Og þau sem koma frá Fraklandi, það er stór hópur þar líka. Og þau sem koma frá Fraklandi, þarna. Þau sem koma frá Sviss. Og þau sem koma frá Þýskalandi, það er stór hópur þar. Þau sem koma frá Belgium. Þau sem koma frá Ítalíu. Og þau sem koma frá Kólumbíu. Já. Þau sem koma frá Austurríki líka. Og hvaða fleiri lönd? Frá Ekvador líka. Skulum gefa systrunum gott klapp. Eða frá Spáni. Skulum gefa þeim gott klapp líka þau sem koma frá Spáni. Og frá Kanada líka. Frá Portugal, sagði einhver Portugal?
Hversu fallegt, já. Hvað eru margir í Lisbon? Hversu margir koma þaðan? Eru þið að koma frá Portúgal? Ok, þannig að þið eru frá Portúgal en þið eru í kirkjuna í Sviss. Kirkjan er nú þegar í Portúgal, þannig að kannski kemur systirin í heimsókn þar. Það er í Lisbon. Það eru kannski 25-30 manns þar. Og þið skulu afsaka mig ef við nefnum ekki. En þetta er kirkja Guðs, þannig að þetta er kirkja heilagt fólk. Við ætlum að standa upp bræður og systur og við ætlum að lesa í Biblíuna Jóhannes. Í Jóhannes kapli 15. Sem er Jesú Kristur og vínberin og trén líka. Og greinina líka og það er verið sem sagt að segja að við getum ekkert gert og við getum ekkert verið, við getum ekki náð ef við erum ekki með Jesú Krist. Og við ætlum að lesa í kapli 15 í Jóhannesar Guðspjall og síðan ætlum við að syngja lofsöng líka. Við ætlum að lesa til þess að gefa Guði heiðurinn og dyrðina. Ég er hinn sanni vínviður og faðir minn er vínyrkinn. Hver ég þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, sniður hann af, og hver ég þá sem ávöxt er, hreinsar hann svo að hún beri meiri ávöxt. Þið eru þegar hreinir vegna orðsins sem ég hef talað til yðar. Verið í mér þá verð ég í yður, eins og greinin getur ekki borið ávöxt á sjálfri sér, nema hún sé á vínviðum mins, getið þér ekki heldur borið ávöxt, nema þér segið í mér. Ég er vínviðurinn, þið eru greinarnar, sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en á minn getið þér alls ekkert gjört. Þannig að þau sem að fara frá Guði, það er það sem að hann meinar, en án mín getið þér alls ekki gjört. Og vers 6, hverjum sem er ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar. Þeim er safnað saman og varpað á eld og brennt. Og við lesum aftur 6 og nú skulum við halda pásunum. Hverjum sem er ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar. Þeim er safnað saman og varpað á eld og brennt. Fullkomið. Ef þér eru í mér og ormin eru í yður, þá biðið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Með því vegsamast faðir minn að þér beri mikinn ávöxt og verði lærsveinar mínir. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðugir í elsku minni. Ef þér haldið boðor minn, verið þér stöðugir í elsku minni, eins og ég hef haldið boðor föður minns og ég er stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til yðar, til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn, þannig að við þurfum að halda boðorðin. Og það er það sem að sýnir kærleikann sem við höfum fyrir Guð og það er lykilatriði fyrir allt í andlega lífið. Þannig að við þurfum að heyrum eftir hverjum, Jesú Kristur, og við viljum halda okkur í hans kærleika faðirsins. Og vers 11, þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Þetta er mitt boðorð, að þér elski hver annan eins og ég hef elskað yður. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í söluna fyrir víni sína.
Þér eru vinir mínir, ef þér gjörið það sem ég bið yður. Þannig að þetta er mjög mikilvægt. Vers 16 lesið þið. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Nei, lesum 15 aftur. Ég kalla yður ekki framar þjóna, því þjónin veit ekki hvað herra hans gjörir, en ég kalla yður vini, því ég hef kunngjört yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Og það gerist við okkur, því við tökum á móti upplýsingar, forréttindi og upplýsingar sem koma frá himnum, frá biblíukenslunum, þeir sé Guði, og leyndardómar það sem að Guð er búinn að kenna systemana lýsa í 50 ár. Þannig að við þurfum að meta þessu blessun. Og vers 16, þér hafið ekki útvalið mig, heldur ef ég útvalið yður, ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt sem varir, svo að faðirinn veiti yður sér hvað það sem þér biði hann í mínu nafni. Þannig að þetta líka atriði, þegar við biðjum til Guðs að hann hlusta okkur, og það er það fallegasta sem við höfum upplifað. Og stundum biðjum við til hans og hann segir við okkur spádómi, þú ert að biðja mig fyrir þetta og ég ætla að gefa þér það. Og ég held að það sé eitt af helstu opinberunir sem við getum upplifað í lífið okkar með heilögum anda. Þegar spádómurinn, þegar hann segir við okkur spádómi það sem við erum nýbúin að vera að biðja og vers 17, þetta bið ég yður að þér elski hver annan. Þannig að við þurfum að elska hver annari. Þú getur ekki sagt, nei, ég er ekki hrifin af þessari mannesku. Við þurfum að vera hrifin af öllum og elska öllum. Við með fá ykkur sæti, bræður og systur. Og hversu stórkostlegur er Guð? Við ætlum að syngja núna, eins og ég var búin að segja ykkur. Við ætlum að syngja mjög fallegan lofsang sem hefur að gera með það sem við vorum að lesa, sem er 213. Og við ætlum að syngja og við ætlum að reyna að muna öllum þessum hlutum sem við vorum að lesa. Takk fyrir Guð. Og við viljum vera á trégreinunum með þér meir og meir, og við viljum að þú hreinsir okkur, því við erum trégreinar. Við viljum að þú hreinsir okkur svo við getum gefið mikið ávöxtum. Við viljum þakka þér, við elskum þig. Við viljum gefa þér dýrðina á Faðir. Við viljum gefa mjög mikið ávöxtum, 100% og jafnvel meira. Que permanezcan como un testimonio.
Við viljum gefa Guði dýrðina. Dýrsi Guði. Og þetta síðasta hluti sem að segir að koma í dyr Guðs og hverju vilja alltaf vera með Guði og hugsa alltaf þetta. Því megi standa upp, við ætlum að syngja 2 kór til þess að bjóða systir Maríu Lísu velkomin. Við erum mjög ánægð í hjartað okkur því við dáumst af systir okkar Maríu Lísu, okkar andleg móðir og við erum allir hér saman í Rotterdam. Við ætlum að syngja 2 kór sem bera titli Það ástæða til þess að vera mjög ánægð, sem það að við erum með Krist sem okkar hjálpari, okkar Guð. Þannig að þökk sé Guði. Við skulum gefa Guði dýrðina því hann hjálparinn okkar. Hann sá sem hefur gefið okkur fagnaðarerindi og hann hefur sent okkur heilögum anda og þess vegna heilagur andurinn í dag í okkar hjarta og við erum hér til þess að þjóna Guði. Við skulum syngja. Gracias, Señor, te amamos, te adoramos. Við viljum gefa þér dýrðina. Við viljum gefa þér dýrðina og heiðurinn og við viljum lofa þér með okkar sál, okkar hjarta fyrir þig og Faðir heilagur. Þökk sé okkar, Jesú Kristur. Og hverjir gefa Guði dýrðina? Hverjir eru ánægðir í dag með Guði? Hamingjan okkar stakkar mjög mikið með að taka móti systirinn okkar Maríu Lísu. Við viljum þakka Guði fyrir þennan stórkostlega blessun. Mjög góðan dag, bræður og systur. Guð blessi ykkur öll. Guð blessi ykkur öll, bræður og systur. Og ég veit að Guð hér og ég veit að Guð hefur gert því opinberan
og hann að gera sig opinbera hér á meðal okkar. Guð sá ykkar hjarta sem voru svo ánægð og því hann sá ykkur svo ánægð að þá mun Guð gera sig opinbera. Það skiptir engu máli þjóðerni eða hvaðan þið eru. Þó að við skiljum kannski ekki alltaf tungumálið sem verið að tala hér, þá skiljum við tungumálið Guðs sem tungumálið sem heilagur andurinn talar við okkur og hann að hreyfa sig inn í okkur og það fyllir okkur með ánægju og mér langar að taka tíman í dag til þess að íhuga aðeins í Guð og við ætlum aðeins að íhuga að því sannarlega að viðveran Guðs eitthvað sem við finnum til og ég hef allavega fundið fyrir nærveru hans í þjónustuna og ég held að þið hafi líka og það stórkostlegt. Það stórkostlegt að trúa og halda sannur Guð. Það mjög frábært og fallegt að fara eftir svona hreinan fagnaðarerindi og að eldast við Guð og fara eftir sannleikanum og að vera viss að við erum að labba þessa leið og það örugglega það að Guð með okkur hér og hann sér okkur og hann hefur talað við okkur og gefið okkur stórkostleg lofur og hann að standa við þau og það það sem svo fallegt. Það það sem að samfærir okkur og það það sem að við þurfum að hafa. Að vera örugg að við erum með Guði, með sannur Guð sem að skapaði himnum og jörðina. Þessi mikilvægu Guð sem að tala við Abraham og Jakob og gaf þeim lofur, stórkostleg lofur sem að hafa verið að rætast til dagsins í dag og munir rætast þangað til að Jesús Kristur ákveður að taka heimurinn í burtu. Og það það sem svo stórkostlegt við okkar Guð og þau sem að hafa breytt sínum hugafar og sínum hjarta og hafa flutt á öðrum hlutum lífsins þó að þau hafa flestir gleymt Guð. Við erum hér kirkja Guðs, kirkja lifandi Guðs og hann að fara að hjálpa okkur til þess að predikera, orð Guðs og við ætlum að opna Sálmar 19 og okkur langar að heilsa upp á öllum sem að fara að horfa okkur á myndbandi. Fyrir ykkur líka mjög mikið af blessunum sem koma frá Guði og við viljum þakka Guði fyrir þetta. Við viljum þakka okkar mikilvægur Guð sem gerir kraftaverk, sem gerir stórkostleg lofur og stendur við þau og þóks í honum. Sálmar 39 og því við ætlum að fara núna að lesa mjög mikið í sálmarnir, bein orð frá Guði í gegnum hans spáminn, í gegnum hans söngminn og að þessi orð eru hér þangað til loksins og stendur hér í kapli 39. Ég sagði, ég vil gefa gætur á vegum mínum að ég drýgi eigi synd með tungunni. Ég vil leggja aft á munn minn með að hinn illgjarni í nánd við mig. Þannig að heilagur andinn var með hann og tók tungan hans til að tala. Þess vegna sálmur sem að segir, konungur Davíð segir, tungan mín eins og fjöður sem skrifar, að því að Guð gaf honum svo mikið af orðum að það þurfti að vera einhver að skrifa fljótt svo ekkert myndi gleymast allt sem að Guð talaði gegnum hans munn. Og við í dag örugglega segjum það sama. Þegar að
heilagur andinn tekur yfir okkur til þess að tala í tungumálum, þá getum við sagt líka tungan okkar eins og fjöður, með þeirri munur að ég skil ekki það sem ég að tala að því þetta eru tungumálin þín, en þetta eru örugglega skilaboð til þess að lofa Guð og einnig til þess að andlega lífið okkar byggist upp og að við hvetjum sjálfum okkar til þess að komast áfram og trúa að Guð sannarlega til og við þurfum að halda áfram að blessa honum. Og stendur og það stendur hér að ég þegi, ég opna eigi munni því að þú hefur talað. Og Guð var að segja að þennan óhrein maður sem var þar var sem sagt að passa sig að gera ekki óréttu hlutina, og hann var að segja hér að þegar hann segir hér að líka passa tunguna sína, hann að tala okkur sem við sem trúendur. Að því Jesú Kristur bað Faðirinn fyrir okkur öll alltaf að segja, hann var að segja hér, ég vil ekki haft á munn minn meðan hinn illgjarni í nánd við mig. Þannig að það var til þess að vera ekki að gera hluti sem til þess að segja ekki neitt sem að gæti verið á móti Guð. Þannig að hann bað Faðirinn fyrir okkur og hann sagði það alltaf þegar hann bað til Guðs. Þannig að hann sagði ég vil gefa gætur af vegum mínum að ég dregi eigi synd með tungunni. Ég vil ekki haft á munn minn meðan hinn illgjarni í nánd við mig. Þannig að hann alltaf að horfa á okkur til þess að sjá hvað við erum að gera eða hvað við höfum hægt að gera. Af því óvinurinn alltaf að horfa á okkur. Hann vil alltaf sjá hvernig hann getur látið okkur falla. Þannig að óvinurinn mun ekki geta að gera neitt á móti okkur. Og stendur í vers 3, ég var hljóður og þagði en kvöl minn yfirðist. Þannig að Jesú Kristur, hann var hér sem venjulegur maður og það var margt sem að kom fyrir sig. Það var sem að kom fyrir og það voru margir sem að fóru á eftir honum og eltu honum. Og Jesús vissi að hann vissi alveg að fólk sem trúiði á Guð myndi líka þurfa að lifa með svona hluti, að þurfa að lifa með að fólk var að elda sig og gagnrýna sig og að fara eftir sig að mótmæla móti manni. Og þess vegna hefur Guð miskunn. Hann hefur miskunn af því hann veit alveg í hverju við erum að ganga í. Hann veit alveg hvað við erum að fara í gegnum. Og hann og Jesú Kristur bað alltaf og sagði, ég var sem maður og ég upplifði það sem að þau eru að upplifa og þau þurfa að fara í gegnum margt og þjást ef að þau eru að predikera fagnaðarerindi. Og Jesú Kristus sagði það við Faðirinn alltaf, að því hann veit alveg hvernig það er að vera maður hér á þessum heimi. Og það stendur í vers 4, hjartað brann í brjósti mér, við andvarp mér logaði eldurinn upp. Ég sagði, lát mig drottinn sjá afdrif mín og hvað mér er útmælt af dögum. Lát mig sjá hversu skammar ég er. Og þetta var Jesú Kristur sem maður að biðja til Guðs. En þetta er líka bænir frá okkur og við þurfum að segja við Guð, eða hversu oft höfum við sagt við Guð,
þetta nákvæmlega sama, kannski bara með öðrum orðum. Og því megi lesa í vers 5 eða 6: Sjá, örfáar þverhendur hefur þú gjört daga mína, og æmi mín sem ekkert fyrir þér. Angustur einn eru allir menn. Þannig að Jesús var að segja, örfáar þverhendur hefur þú gjört daga mína. Hann lifði þangað til hann var 33 ára sem maður, og hann segir, gjörðu háreist hér og mann einum. Og hann segir hér líka, angustur einn eru allir menn. Þannig að hann er að tala mannkynið sem að hefur, þau sem að lifa allt lífið sitt og lifa í mörg ár en þekkja ekki til Guðs. Þannig að hann segir að þetta sé hégómur, að þetta sé hlutir sem að eru til einskis þannig séð, að það hefur ekki einhver gagn. Og stendur hér, hvers vona ég þá Drottinn von mér alla þér, frelsa mig frá öllum syndum mínum, lát mig eigi verða heimskinguna spotti. Og maður án Guðs reynir alltaf að taka framfæri í lífinu, og þau safna kannski mjög mikið að hlutum, efnilegum hlutum, en það er ekkert annað. Þau ná ekki þess að nátt í Guð sem að við höfum náð. Og stendur, hvers vona ég þá Drottinn, von mín er öll á þér. Þannig að við þurfum að bíða og við þurfum að bíða eftir. En hverju erum við að þurfa að bíða eftir? Við erum að bíða eftir Jesú Kristur. Vonin okkar er á Jesús. Okkar von er ekki á lífið sjálft hér á þessu jörðina, eða á peningum eða hlutum eða fólk sem kann mikið. Það er ekki það sem við erum að bíða eftir. Heldur er okkar von Guð. Og ef að Guð hefur sett okkur hér á þessum heimi, er fyrir okkur að þjóna sér með þeirri tilgang sem að hann skapaði okkur. Tilgangin að við þekkjum sig og höldum áfram og lofum nafn sitt, að því það stendur að Guð hann skapaði okkur til þess að gefa sér dýrðina, en menninni vildi ekki gefa Guði dýrðina. Heldur hafa menn gefið sjálfan sér heiðurinn og dýrðina, en við erum hér bjargaðir og frelsaðir frá þessum heimi, og Guð er með okkur hér til þess að vera söfnuðurinn Jesú Krist, til þess að vera söfnuður sem að mun lofa á Guði alla daga. Og við erum hér af því að Guð hefur samfært okkur. Hann hefur samfært okkur sínu tilveru og sín kærleika. Og hversu fallegt það sem við vorum að lesa í Jóhannes, þann sem að elskar Guð og heldur boðorðin mun bera mjög miklum ávöxtum. Þannig að það er mjög mikið ávöxtum sem að muni vera að þessari konu eða maður, og að þetta þóknar Guði, og hann mun blessa og hann mun gefa þeim hamingju og frið og ró, og það er okkar von í Guð, og við viljum þakka honum fyrir síni miskunn. Og í vers 9 segir hann aftur, ég þegi, ég opnaði í munnin því að þú hefur talað. Látbláu þín að víkja frá mér, ég verða að engu fyrir krafti handar þínar. Af því Guð verður reiður. Hann verður reiður við liðið sitt, við börnin sín eða við trúendurna sína þegar þau falla,
falla fyrir Guði eða reyna að fara frá veginum. Guð refsar það og liðið var refsað og margir fengu þessi refsing af því þau voru ekki að hlýða og Jesú Kristur talaði fyrir alla og bað Guð að taka þennan plága eða þennan refsing í burtu og hann segir ég vera engu fyrir krafti handar þínar og það það sem Ísraels liðið þjáðist og það það sem mun líka gerast fyrir þau sem að taka ákvörðunina að leita að Guði og fara á vegum Guðs en fara síðan utan þessum vegum. En við höfum séð þegar að Jesú Kristur hefur verið að biðja fyrir okkur og fyrir sá sem að hafa kannski labbað í burtu eftir að hafa snúið sér til Guðs og Jesú Kristur segir að þegar Guð elskar einhver að þá refsar hann honum þegar hann fer í burtu og hér var Jesú Kristur refsaður. Hann var saklaus en hann tók allar syndir mannkynsins þannig að hann fékk refsinguna sjálfur en við sjáum líka og við finnum í Salmar þegar Guð gerir mjög falleg lofur til Jesú Krist og segir ég mun blessa börnin þín ég mun blessa börnin sem að þú mun skapa þannig að faðirinn segir við drottinn hann segir ef að börnin þín myndu fara frá mínum lögum og vilja ekki fara á réttum vegum þá segir hann segir ef að þau fara frá mér þá mun ég refsa það en frá þér mun ég ekki taka miskunnina mína af því miskunnina mína mun vera alltaf að eilífu því ég sagði þér að ég myndi blessa þig og þið myndi vera faðir marga þjóða og það yrðu margar þjóðir og að kirkjan myndi vera allstaðar við heiminn en að það myndi bera nafn Jesú Krist. Þannig að faðir segir ég mun alltaf blessa ykkur og kirkja mín mun alltaf halda áfram. En ef að einn af börninu þínum, ef að börnin þín fara utan vegar, þá mun ég refsa það. Þess vegna vitum við að faðirinn okkar faðir af kærleika og ást. Faðir af ást og kærleika fyrir þau sem að hlýða, en hann líka refsifullur fyrir þau sem ekki hlýða. Og þess vegna erum við hér daglega að læra veginn og að lesa Biblíuna, af því það svo margt í Biblíuna. Biblían það sem að Guð notar til þess að kenna okkur hvernig við eigum að búa, hvernig við eigum að hegða okkur og lifa fyrir framan sig. Og við þurfum að gera það alla daga lífs okkar til þess að Jesú Kristur hafi ástæðu til þess að hafa verið í þessi vanáttu sem hann var. Þannig að við skulum vera hér og segja við erum hér, við elskum þig með öllu hjarta, með öllu sálina. Og við skulum lesa vers 12. Þá þú beitir hirtingu við manninum fyrir misgjörð hans, lætur þú yndisleik hans eyðast sem mölur væri, angustur einn eru allir menn. Og við viljum þakka Guð að hann refsi, að því hann leiðir eftir okkur og það þýðir að hann elskar okkur. En þá þurfum við að vera hliðin. Að vera hliðin börn. Af því af hverju viljum við
fá refsingu frá Guði. Af hverju viljum við það? Við eigum ekki að vera að leita sig því. Við erum góð börn, við erum hliðin. Og það eins og saga sem í Biblíuna. Þar sem segir að það var maður sem átti 2 börn og einum þeirra bað mörðin og fór í burtu og eyti öllum peningum og fór frá fjölskylduna, frá húsinu, fór frá fjölskylduna sína og hann þjáðist mikið. Hann þjáðist mikið af því hann var refsaður af Guði. Og eftir að hann var refsað, eftir að hafa verið að þjást og hafa ekki haft heimili og verið að svelta og þurfti að borða það sama og dýrin þurfti að borða. Hann ákveður að koma aftur til föður síns og hann kemur og faðirinn var svo glaður að sjá son sinn sem hafi farið í burtu. Og það stendur í Biblíunni að faðirinn hafi tekið á móti honum með veislu og sonurinn sem var hann með honum sagði, en faðirinn, sonurinn sem var eftir, sem fór ekkert, sagði, þú hefur aldrei haldið svona veislu fyrir mig og ég hef virt þig, ég hef alltaf verið hér, en hann sem fór í burtu, þú ert að halda veislu á handa honum. Og faðirinn segir, allt sem ég á er þitt. En þessi sonur sem hafi týnst og sem núna að koma og ég er aftur að fá hann í mínar hendur, ég geri veislu á handa honum. En það sem að ég á, það sem að ég er á þú, að því þú hefur náð öllum þessu blessunum, að því þú hefur staðið með okkur, við hliðina á okkur. Og Jesús Kristur segir að þessi saga var gefin til trúenda, til þeirra sem eru hliðin og óhliðin sonurinn fer og missir mjög mikið af blessunum. En hann sem er hliðin og leitar að Guði fær mjög mikið af verðlaunum, andlega og efnislega. Allt kemur frá Guði. Og það sem er óhliðin verður refsaður. Hann verður refsaður og hann kemur aftur. En blesarnir sem að Guð hefur gefið hinum mun aldrei vera fyrir hann. Hann þarf að byrja aftur alltaf upp á nýtt. Ef hann fer aftur á bak, fer aftur í heiminn. Ef hann gefur ekki virðingu til blesarnir sem koma frá Guði. Þannig að hann þarf að byrja aftur bara upp á nýtt. Hann þarf að hafa. Og það sem að gera stundum er að fólk hefur kannski verið að hjálpa til í kirkjuna og hjálpa til með mat og hefur verið staddur mjög vel í lífi sínu og hann gengur tilbaka og þá þarf hann að byrja aftur og hann fær ekki eins mikið af blessunum eins og hann myndi fá ef hann hefði trúað á Guð. Þannig að Guð hefur miskunn fyrir sig en blessanir farið burtu. Og það er eitthvað sem að ég hef séð á þeim öllum árum sem að ég hef verið með reynslu, hef ég séð fólk sem voru með andlegu gjafirnar og voru að þjóna Guði og löpuðu tilbaka, fóru aftur út í heiminn og komu síðan aftur eftir nokkrum árum, og fundu mig og ég hef séð fólk sem að segja ég er komin aftur af því ég þjáðist mikið og því ég þjáðist svo mikið bað ég Guði afsakanir og ég er hér og já, ég óska þeirri manneskju til hamingju en þegar ég fylgist með þá eru blessanir ekki eins. Manneskjan reynir að fá sömu blessanir og hefur fengið en blessanir eru ekki eins.
Þannig að það sem sagt á þeirri forréttindi sem að Guð hefur gefið áður. Þannig að þess vegna man ég alltaf eftir þessari sögu sem í Biblíunni. Og sem sagt það sem ég að segja með þessari sögu eins og stendur í Biblíunni. Þannig að þau sem eru með andlegu gjafirnar, þau sem að vilja þjóna Guði, verða að passa sig. Ekki leyfa óvinnin að setja gildrur í lífi okkar. Og við höldum áfram hér í vers 12 eða vers 13 fyrirgefðu. Heyr bæn mína, Drottinn, og hlýð á kvein mitt. Ver eigi hljóður við tárum mínum, þegar ég er aðkomandi hjá þér, útlendingur eins og allir feður mínir. Þannig að Drottinn var að segja og minnast á að þegar Abraham fór frá fjölskylduna sína og fór á ókunnugum stað, að þau voru allir útlendingar þá. Og Guð hafði gefið þeim mjög mikið að loforðum að hann myndi blessa þeim og það myndi flæða mjólk og hunang í þeirri jörðum. En að því þau vildu ekki hlýða Guði, að þá stóð Guð ekki við loforðið sitt. Og þá sagði Guð, börnin Jesú Krist, þau sem trúa á fagnaðarerindi, munu fá þessa blessanir. Og þau munu vera á jörð Kanaan að fá þessa blessanir, að fá hunangi og mjólkina sem eru andlegu gjafirnar, frið og ró sem að Guð gefur okkur. Hamingjan og gleði og friðið og ró sem við fáum þegar við erum hér eitthvað sem við finnum hvergi í heiminum. Og hann segir, ég er aðkomandi, útlendingur eins og allir feður mínir, litar mér svo að hyrna megi yfir mér, áður en ég fer burt og eigi til framar. Þannig að Jesú Kristur var að segja að þau voru útlendingar og kirkjan stóð ekki, þau stóð ekki við sig, þau sem voru að fara eftir Guði þá, að þá biður hann alltaf faðirinn fyrir okkur. Og við segjum líka við hann, ég var útlendingur, en hér er ég. Þannig að við erum hér fyrir framan þinni nærveru. Við erum hér fyrir framan þig. Og þú ætlar að passa upp á það að við deyjum ekki. Og að við deyjum ekki andlega. Að því loforðið sem að Guð sagði við Jesú Kristu var að kirkjan sinn myndi vera til eilífu. Og að dyrnar helvítis myndi ekki vinna á móti börnin sinn. Og faðirinn okkar mun blessa okkur. Hann hefur blessað okkur. Og hér er kirkjan og við erum fyrir framan Guð. Við erum fyrir framan Guð. Og bænir hans Jesú Krist voru ekki til einskis, að því allt sem hann hefur gert er fullkomið og faðirinn hefur hlustað hann. Og við viljum þakka Guði að því alltaf á milli öll þessi orð sem að Jesú Kristur segir til faðir síns erum við líka, tökum við líka frá þeim orðum og segjum það við faðirinn okkur. Þegar við segjum það sem að við erum börn Guðs, munum við líka segja við faðirinn allt þetta svo að hann yfirgefi okkur ekki, svo að hann hjálpi okkur og gefi okkur styrk og gefi okkur vald og gefi okkur traust og gefi okkur öryggi til þess að geta farið á móti óvininum og haldið áfram í lífinu og tekið framfarir í andlega lífið okkar og til þess að geta haft þeirri geta til þess að fara á móti óvininum og ekki leyfa honum að freista okkur. Og við viljum þakka faðirinn okkur fyrir þessa blessanir.
og hann vill að við séum heiðarleg þangað til við deyjum. Hann vil að við séum góð börn, ekki börnin sem að labba í burtu og fara, heldur einlæg börn sem eru heiðarleg. Og við viljum að Guð segi við okkur að við erum heiðarleg og við viljum að hann kalli okkur góð börn. Og hann segi, þú hefur þjónað mér í litlu hlutina. Þú hefur þjónað mig jafnvel í litlu hlutina og ég ætla að blessa þig. Og það er það litla sem við getum gefið Guð, því við eigum ekkert meir. Og við viljum þakka Guð að því við erum hér. Og mér langar að hrósa ykkur öllum, að þið komið frá mörgum þjóðernum og Guð horfir til ykkar með augu fullt af kærleika. Og Guð er að blessa okkur, hann er að blessa okkur, því hann gerir ekki, hann er ekki að skilja neinum út undan. Hann horfir á hjarta okkar alla. Hér, heimurinn, eins og við segjum. Heimurinn er lítill og við erum hér og við segjum við Guð, hér er ég, við ætlum að þjóna þér og leita að þér og við viljum lofa þér. Og við ætlum að syngja kór til Guðs, við ætlum að syngja kór sem heitir, ég mun lofa þér, minn konungur. Við ætlum að syngja í hvaða tungumáli sem er og þið sem talið ekki spænsku, syngið bara með. Ef þið eru að hlusta eitthvað tungumáli eða syngið, verið bara með tónin, hlustið bara. Af því Guð kann öll tungumál og hann mun hlusta á þig, hann mun heyra þig og hann mun sjá að þú ert að leggja þig fram til þess að gefa honum dýrðina. Af því þessi lög, þessi kór, við erum að syngja til Guðs og hann veit það. Og við erum að sameina fyrir Guð. Við sé Guð. Við ætlum að syngja kór. Señor, bendice. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre de nuestro Dios. Pueden sentarse y vamos a comenzar. Dýr sé Guði og verðst þú að blessa og blessaður sé nafni Guðs. Og því mér fá okkur sæti og við ætlum að byrja. Við ætlum að byrja með spurningan okkar. Guð blessi þig, systir. Systir, ég er með spurning sem
sem í Biblíuna tíundin. Ég ætla að lesa í Lúkasar guðspjall, kapli 21. Þá stendur í vers 1. Þá leit hann upp og sá auðmenn leggja gjafir sínar í fjárhirsluna. Hann sá á ekki eina fátæka leggja þar 2 smápeninga. Þá sagði hann, ég segi yður með sanni, þessi fátæka ekki gaf meira en allir hinnir. Hinnir allir lögðu í sjóðinn af allsræktum sínum, en hún gaf að skorti sínum alla björg sína. Systir, ég með spurning, og það að mér langar að gefa tíundin og mér langar að gera það með hjarta, og það sem að gerast að maðurinn minn gefur mér penning mánaðarlega fyrir mig að kaupa matinn, og frá þeirri penningun ég að gefa tíundin og ég hef ekki látið honum vita, og mér líður illa því ég veit ekki hvort ég sé að gera réttu hlutina. Nei, þú ert ekki að móðga, þú ert ekki að gera neitt slæmt, af því hann manneskja sem kemur ekki í kirkjuna. Þannig að þetta í raun og veru bara eitthvað sem þú ert að gera til þess að þókna Guði, þannig að þú heldur bara áfram að biðja til Guðs, svo að maðurinn þinn einn dagur komi og þekki meira frá Guði og breyti og byrja að trúa á Guð. Þannig að þá skaltu segja við Guð, það sem að ég að gera, ég ekki hreinna því sem að ég að gera, og segðu, þú veist að ég þarf að gera það, að því ef ég segi þetta við hann, þá mun hann banna mér að gefa þér tíundi. Þannig að ef þú byrjir til Guðs, þá mun Guð breyta ástæðunar hjá þér. Við höldum áfram. Góðan daginn, systir, Guð blessi þig. Systir, spurningi sem að ég hef, ef þú leyfir mér, að við vitum að þegar við erum að biðja, og bróðurinn segir alltaf þegar við erum að biðja, við skulum biðja fyrir hjarta sem í myrkrinu. Þannig að við skulum, það sem hann langar að spyrja hvernig getum við hjálpa, eða þau sem eru með spádóm, hvernig geta þau hjálpa þau sem í myrkrinu? Af því þau eru að heyra orð Guðs, en eru ekki að gera réttu hlutina, samt hlusta bara og ekkert meir. Þannig að við þurfum að vera mjög þolinmóð, og hvernig getum við, eða þau sem eru með spádóminn, fengi stuðningin frá Guði, svo að þessi manneskjur eða þessi lömb sem eru veik geta verið bjargað, því við vitum ekki hvort að Guð hafi komið með þá sem gildra. Þannig að mér langar að spyrja þetta, og ég elska því mjög mikið og takk fyrir svarið. Ok, þannig að systirinn að segja að þau sem eru með spádóm, að við þurfum að biðja fyrir þau sem eru með spádóm, að þau munu frelsa fólk. Það sem að þú ert að segja? Ég ekki alveg að skilja þig. Að þau sem eru kannski að ganga í myrkrinu, að þau sem gera ekki vilja Guðs, þau sem koma í kirkjuna en gera ekki vilja Guðs. Já, það hefur ekkert að gera með spádóm. Það sem ég að spyrja, þau sem eru með spádóm, hvernig geta þau fengið stuðningi til þess að frelsa? Jæja, þá skal ég segja að það ekki þau sem eru með spádóm sem að frelsa. Það eru þau sem eru með gjöfina til þess að frelsa, eða þau sem eru með gjöfina til þess að frelsa, og þau eru eina sem geta þá frelsað. Og við vitum að huginn eru ekki hugsanir. Þannig að hjartað eitt og hugsanir eru annað. Þannig að
hugsanir er það sem að við hugsum og hjartað okkar er það sem að við hugsum eða hvað okkur finnst okkur sjálfum eða þú veist hver ég er sjálfur sem manneskja, hvað mér finnst, er ég þolinmóður eða ekki, er ég vitur, er ég ekki vitur, er ég gáfaður. Það er sem sagt hugmyndinar eða hugsanir hvernig við erum. Ég græt mikið eða ég verð reiður auðveldlega. Bara hvernig við hugsum okkur sjálfum hvernig við erum. Og þegar við fæðumst og byrjum að eldast sem sagt, þá byrjum við byrjum að hugsa hvernig fjölskyldan er og fólk sem er í kringum okkur og við hugsum ákveðum heiminn og mannkynið af því við höfum verið að læra á meðan og við erum að eldast eða að verða eldri og við byrjum að fá fleiri upplýsingar heiminn sjálfur og mannkynið sjálf og við fáum öðruvísi hugsun með árunum. Þannig að þeirri hugsunin og hvernig við erum sem manneskju er hjarta og það er hugan okkar og það stendur að Guð, hann skrifaði boðorðin í okkar hug, í okkar hjarta og það stendur að í fortíðina skrifaði hann þetta á steinum en daginn í dag skrifa hann það í okkar hug eða þú veist í okkar hjarta sem er hvernig við hugsum okkur sjálfum og aðrir í mannkyninu. Þannig að systirinn spyr að hver gæti frelsað þau sem eru í myrkrinu og hvað þýðir að vera í myrkrinu. Það er einhver sem er að læra, við erum öll að læra og á hverjum einasta degi sem líður erum við að læra mjög mikið af hlutum. Þannig að við þurfum líka að læra hlutina frá Guði. Og þegar það er fólk með myrki í hjartanu og skilur ekki hlutina frá Guði, hlusta með eitt eyra og fer út úr hinu. Og það næst ekki í þeirra hjarta, í þeirra hug. Og þess vegna gerir hann ekki vilja Guðs, af því hann skilur ekki, af því hann hefur ekki náð tökum á að íhuga og rannsaka, af því hann getur það ekki, af því hjartað er í myrkrinu fyrir hlutina frá Guði, fyrir þessum andlega hluti. Og til þess þurfum við að fá í kirkjuna bræður og systur með andlegu gjafinnar og sérstaklega þá til þess að frelsa. Af því þetta eru andar sem koma til mannkynsins og leyfa þeim ekki að skilja. Leyfa þeim ekki að skilja neitt frá Guði og það er ekki bara þeir sem eru með spádóminn. Af því hann sem er með spádóminn, vinnan hans er að tala við Guð, að tala við fólk Guð og segja það sem að Guð vill koma áfram. Og það er sem sagt vinnan okkar, við sem að viljum þjóna Guði. Við þurfum að opna hjarta svo að Guð gefi okkur þessar gjafir. Systirna Lísa, velkomin hér til Hollands. Bróðir Carlos Alberto, ég elska þig líka mjög mikið. Ég er frá Ekvador og ég vil óska þess að við
að það sé fólki í ríkisstjórnin eins og þið. Að því ég dáist mjög mikið af ykkur. Ég dáist mjög mikið af ykkur af því þið hafið gert stórkostlega hluti með mér. Ég með spurning, systir María Luisa. Ég með spurning í bréfbál til Kólossum 3, vers 3 og stendur orð Guðs frá vers 1. Fyrst þér eru uppvaktir með Kristi, þá keppist eftir því sem hið efra, þar sem Kristur situr við hægri hönd Guðs. Hugsið það sem hið efra, en ekki það sem á jörðinni því að þér eru dánir og lífið fólki með Kristi í Guði, þegar Kristur sem lífið að opinberast og munu þér og ásamt honum opinberast í þér. Mig langar að vita hvað á við þegar það segir að lífið fólki með Kristi í Guði. Og hér verið að tala að þegar fólk breytir sér og snýr sér til Guðs, það verið að segja hér, leitið að andlegu hlutina, leitið að Guði, þar sem Kristur Það stendur, hugsið það sem hið efra en ekki það sem á jörðinni Því að þér eru dánir, og við erum dánir fyrir heiminn, fyrir syndirnar. Og stendur að lífið okkar núna fólkinni Krist. Að því við erum hér á þessum heimi og við búum hér á þessum heimi á meðal svo margt fólk á milli þessa synda og alls konar svona hluti. En við erum ekki að lifa þessa hluti að gera okkur óhrein. Og það þar sem stendur, lífið ykkar fólkin í Krist, en hann segir, haldu áfram og vertu á þeim vegum, svo að þetta verði í þínu lífi, að þú sért áfram alltaf með Krist, að þú sért ekki að synga. Og við ætlum núna að fara með síðasta spurningin. Systir, góðan daginn, mér langar að bjóða þér velkomin. Ég hér í Rotterdam og ég ný og mér langar að þakka þér að því ég hef lært að virða Biblían, að það kenning fyrir okkar lífi daglega. Og mér langar að gera spurning sem í 2. Mósesbók, kapli 20, vers 5 og 6. Og hér stendur, þú skalt ekki tilbiðja þær og ekki dyrka þær, því að ég drottinn Guð þín vandlátur Guð, sem vitja misgjörða feðranna á börnunum, já, í 3. og 4. lið þeirra sem mig hata. Mér langar að vita bölvanir, þessi almenna bölvanir sem að fólk fer í gegnum. Mér langar að spyrja þig að kenna mér meira þessar bölvanir. Og mér langar að vita líka hvort að bölvanir fari áfram eftir kynslóðir. Og hér Guð að tala skurðgoða og styttur og alls konar svona hluti, og Guð að segja þú skalt ekki tilbiðja þær og ekki dyrka þær, og Guð segir líka þú skalt ekki gera þær mynd eftir því sem á himnur og Guð segir ekki tilbiðja þær og ekki dyrka þær. Þannig að og hann segir ég er þín góður Guð sem að refsar
Illskan sem að refsar illskan frá kynslóðunum. Þannig að þú veist, kynslóðin eru feðurnar og börnin og barnabörnin. Þannig að Guð að segja að þau sem ekki virða Guð fá refsingu sem getur farið á milli kynslóða. Og hann segir hér, og barnabörnin. Hvað gerist ef að barnabörnin og gifta sig, ef að þau sem sagt verða eldri, barnabörnin, og halda áfram að dyrka skurðgoða, að þá fá þau refsingu líka. Þá fá refsingu líka sem fer áfram á öllum kynslóðum. Þannig að það sem að Guð að segja að kynslóðirnar fara á milli með refsingum. Og ef að kynslóðirnar halda áfram að synga, að þá heldur refsingin áfram á milli þeirra. Og svo koll af kolli. En ef að einhver af þeim iðrast, að þá tekur Guð í burtu refsingin og byrja að blessa hann. Það er það sem að vera að tala hér. En við sjáum í Biblíuna, að þessari sögu að enginn iðraðist. Það var enginn sem að sagði eftir hlutina sem þau gerðu á þessari sögu. Og þar stendur að Guð hafi leitað til jörðina til að sjá hvort einhver hafi gert vilja sína. Og þar stendur og enginn var þar. Þannig að enginn fékk dyrðina frá Guði. Af því þau höfðu allir syngað. Þannig að við getum séð að kynslóðirnar synguðu. Þannig að við sjáum í dag í okkar mannkyni og það sem við viljum meira að kynslóðirnar, næstu kynslóðirnar leiti að Guði. Leiti að Guði og þess vegna þurfum við að gefa að vera góð fyrirmynd fyrir börnin okkar. Svo að þau gefi börnin sín góð fyrirmynd líka og þannig koll líka. Svo allir kynslóðirnar leiti að Guði og lifa í fagnaðarerindi og ná í eilífa lífið. Og það sem mér langar að vita er hvernig við getum lært að tala og passa okkur svo að það sem við tölum komi ekki á móti okkur. Það sem að kannski á við er fólk sem er stundum í fáfræði. Fólk sem er í fáfræði og segir mjög mikið af hlutum og talar hluti sem að Guð er ekki hrifinn af, sem að fara kannski á móti Guðs, og þá kemur Guð og segir já, ok, þú varst að tala á móti mér, þá ætla ég að refsa þig. En það er ekki eitthvað sem að Guð gerir við alla, bara þú veist, þau sem að ekki tala réttu hlutina. Þannig að þú veist, það er ekki eitthvað sem er í fagnaðarerindi, að þau sem að segja óréttu hlutina verði refsaðir og Guð ákveður hver hann refsar og hver ekki. En það sem að við sjáum í Biblíuna er að Jesús Kristur segir þið skulu passa upp á því sem þið segið. Að þið þurfið að lifa með það sem þið segið. Það mun elda ykkur. Þannig að það er það sem að Guð er að segja við okkur, að vera ekki að tala hluti í fáfræði. Það er fólk sem segir stundum
Það fólk sem stundum segir, bara til þess að segja, ég að það segir svona hluti stundum, bara svona í djóki, bara að það komi lest og keyri yfir mig, það komi bíll og keyri yfir mig. Fólk sem að hugsa þetta sé grín og segir svona hluti. Það sem að gerist er að svona hluti getur þá gerst ef að þau segja svona hluti, stundum verður Guð reiður og segir, ok, þú ert ekki að hugsa áður en þú talar, þetta skaltu fá. Þannig að við þurfum að passa orðin sem er í fáfræði, hlutina sem er í fáfræði. Og nú ætlum við ætlum að syngja kór til Guðs. Hvaða kór viljið þið syngja til Guðs? Við ætlum að syngja kór sem ber að titli Þetta er kirkja Guðs. 55, við ætlum að syngja til Guðs. Og svo ætlum við að biðja. Ég ætla að biðja fyrir veikindin, fyrir bölvanir, eða fyrir þarfir í hjarta, vandamál eða erfiðu hluti. Og Guð hefur sagt mér að biðja og að Guð mun hjálpa svo að fólk skili að þegar við erum að biðja. Settu hönd þína yfir hjartaðinu eða settu hendur upp í loftið til þess að biðja Guð. Þannig að þú skalt biðja til Guðs fyrir veikindin eða hvað sem það er. Þú skalt segja Guð í öllu þessu og treystu á því að Guð er að hlusta á þig og hann mun gefa þér blessun. Þannig að við ætlum að syngja. Þetta er kirkja Guð. Bendito Padre Santo, Padre Celestial, gracias Señor. En este momento, Señor, estamos de... Blessaður Faðir, blessaður heilagur Faðir, við viljum þakka þér að þessari stundu. Við erum hér fyrir framan þig að þakka þér fyrir þennan biblíukennslu og fyrir að hafa og fyrir allt sem þú kennir okkur, fyrir allt sem þú gefur okkur, að því að þú skýrir hlutina fyrir okkur og þú kennir okkur mjög mikið af hlutum, að því leið og hlutina ganga, leið og dagarnir ganga, er mjög mikið af hlutum sem að breytast við heiminn. En þú ert sá sami alltaf og þú kennir okkur, þú ert með okkur, þú tekur okkur í hendina og við viljum þakka þér, að því þú hefur haft þeirri miskunn við okkur og þú hefur verið mjög þolinmóður við okkur. Þú ert miskunnarfullur. Þú og Guð horfir yfir mikla hluti og við viljum biðja þig að leiðbeina okkur og að leiða okkur í gegnum lífið, ekki skilja okkur út undan, gefið okkur höndina þína til þess að komast að þessum stað, til þess að geta komist til þín, til þess að ná blessanir, þessar blessanir sem og loforðin sem að þú hefur gefið okkur. Við viljum að loforðin séu uppfyllt í okkar líf, að því þegar við komum
Þegar við komum til þeirri enda, munum við njóta frá þínum loforðum og þínum blessunum. Ó Guð, þú ert góður og við viljum ná vilja þína í okkur, ó Guð, þín kærleiki. Taktu í burtu frá okkur þessi bindingar og hlutir sem eru ekki að leyfa okkur að vaxa andlega. Taktu í burtu allt sem kemur frá óvininum og hversu mikið óvinurinn öfundar okkur. Taktu það í burtu, ó Guð, og frelsaðu okkur, frelsaðu sálina, frelsaðu hverju einu. Ó Guð, verð þú að frelsa og hreinsa okkur öllum, að taka í burtu þessir illir andar frá líkamannum, af því það eru óhreinir andar í hjarta, í hugafari, í heilanum, og leyfir þeim ekki að halda áfram og þeir þjást í lífinu og þú veist það. Og ég vil biðja þig, ó Guð, að rétta út hönd þína og veist þú að lækna og að taka í burtu veikindin, ólæknanleg veikindin og þessir andar sem hafa bundið fólk, börn og fólk á eldri kantinum líka, sem eru bundnir þessum illum öndum. Við viljum, ó Guð, biðja þig að hjálpa okkur. Þú hefur gefið okkur öllum frelsi. Við viljum biðja þig að frelsa jafnvel meira alltaf. Við biðjum í þig og við viljum þakka þér fyrir miskunnina þína, fyrir að hlusta á okkar bænir. Takk fyrir að hlusta á okkar bænir og okkar óskir. Takk, ó Faðir, í nafni Jesú Kristur, þinn elskaður son, og verð þú að blessa hverjum og einum. Verð þú að blessa hverjum og einum og leiddu þeim heim til þeirra og gefðu þeim blessanir og verð þú að lækna þau. Og þau vilja leita að þér, hjálpaðu þeim að yðrast, hjálpaðu þeim að vera einlægð, ó Guð, svo að þau leiti öll að þér og elski nafniðinu, svo að þau gefi þér dyrðina, að því þú átt öllu skilið. Þú átt öllu skilið, dyrðina og heiðurinn. Þú átt skilið heiðurinn og dyrðina alltaf, og þess vegna viljum við biðja í nafni Jesú Kristur að hönd þína með full af blessunum. Verð þú að sjá óskir hjá hverjum og einum og verð þú að gefa þeim og verð þú að lækna hjarta og verð þú að hjálpa fólkinu, að gefa þeim framfarir í lífi þeirra, að taka í burtu afbrýðisemi frá óvininum. Verð þú að gefa vald og kraft, börnin þín, verð þú að gefa þeim stuðning. Gefðu þeim, ó Guð, stuðning og þekking og vit og speki og hrein hjarta fullt af þínir sannleika, ó Guð. Verð þú að nota menn og karlmenn til þess að predikera orð þitt, til þess að predikera þínum skilaboðum. Verð þú að nota þau til þess að gera táknir, ó Guð, þau sem að hafa fengið andlegu gjafina, verð þú að nota þeim stórkostlega. Verð þú að gefa þeim greind líka og vitur til þess að skilja orð þitt og allt sem frá þér kemur, svo að þau geta rétta lífi fyrir framan þig, ó Guð. Við viljum þakka þér, ó Guð. Við viljum þakka þér. Verð þú að senda andlegu gjafirnar og verð þú að gefa þeim skírnina við heilögum anda og verð þú að taka í burtu líka, ó Guð, gildrunar sem koma frá óvininum og þessi illir andar sem óvinurinn hefur náð að setja þá. Verð þú að frelsa frá einhverfu líka. Verð þú að gefa foreldrana
trú og styrkurinn, svo að þau biðji til þín, ó Guð, og trúi að þú ert að fara að frelsa þau, þú ert að fara að blessa þau. Vertu að taka allar efanir í burtu, allar efanir, og vertu að blessa allir þessi staðir. Vertu að hjálpa að blessa allir þessi staðir. Vertu að hjálpa bræðurnar og systurnar með tungumálin, svo að þau geti predikað á þeim öllum mismunandi tungumálin og að skilaboðin komi sér til skila til alla. Vertu ó Guð að hjálpa, vertu að taka í burtu frá hjarta þeirra, þau sem ekki trúa, þau sem ekki vilja trúa. Ó Guð, vertu að hjálpa líka þau sem segjast ekki trúa á Guð. Vertu að frelsa og hreinsa á Guð. Vertu að hreinsa hugarfarið hjá öllum. Hreinsaðu hugarfarið, gefðu þeim réttri hugsun og þekkingu. Ég vil Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gracias a nuestro Dios. La honra y la gloria sea para el Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias. Saludos por allá en todos sus lugares. Saludos a todas las congregaciones y a todos los que no pudieron venir. Un saludo para todos. Que Dios me los bendiga grandemente. Gracias. Takk.